Við ætlum að halda áfram að vinna með samvitundina Já, og við ætlum aðeins að spá í þessum seinni hluta þessi verkefni sem við tökum stundum að okkur að vinna fyrir samvitundina. já. Og mikið af þessum verkefnum sem við vinnum fyrir samvitundina erum við kannski að vinna á nóttunni. Þannig að við gætum alveg fundið fyrir því að við náum ekki að hvílast þó við sofum. Og við séum jafnvel ennþá þreyttari þegar við vöknum heldur en við vorum þegar við sofnum. Og svo náttúrulega bara leiðir til þess að vinna með það, hvað getum við gert til þess. Já. Við fengum til dæmis miðluð orð frá ljósverunum til þess að nota í svona tilfellum og líka þegar við erum bara að upplifa tilfinningar sem við kannski könnumst ekkert við. Það kannski hellist yfir okkur sorg, hellist yfir okkur kvíði eða eitthvað annað sem að á í rauninni ekkert við í okkar lífi og þá er svo mikilvægt að skoða okkur sjálf. Hvað er að gerast og tengja við þessar tilfinningar? Hvaðan eru þær að koma? Eru þær frá mér? Eru þær frá einhverjum sem er mér náinn? Eða er þetta samvitundin? Er þetta verkefni sem ég er að finna svona mikið fyrir í dagvitundinni og er að takast á við og vinna fyrir samvitundina? Og þá getum við líka velt fyrir okkur hvernig eigum við þá að snúa, hvert eigum við að snúa okkur, hvernig vinnum við þetta tiltekna verkefni. Og við ætlum aðeins að spá og spekulera í því, þennan hluta mánaðarins. Og gerum verkefni í samverunni. Já, og fylgjum því svo eftir í gegnum mánuðin, þannig að endilega takið þátt og takið þátt í umræðum og deilið með okkur því sem þið eru að upplifa, spá og spekulera saman. Þetta er nefnilega mikilvæg vinna sem við erum að gera. Sérstaklega í samfélagi eins og okkar. Því þegar við komum saman erum við svo ótrúlega höfnum. Við hlökkum til að vera með ykkur. Já.